að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, ég byrst afsökunar á fyrir þá sem voru að hlusta á þetta lag alveg í botni. Það nú bara 5 sekundur eftir þessu lagi kortið en við erum konið með á línuna aftur Gunnar Magnússon, þjálfara IBVF, þjálfara U21 landsliði og aðstoðarþjálfari íslenska landsliðs. Komdu blessa á sællið ekki? Já, blessar. Það aldrei þess að titlum sem það þarf að setja á þig. Já, það nóg að gera þetta hana. Já. Það náttúrulega, áðurinn ég fer að tala íslenska landsliði í handbolta, þá verði ég að spyrja þig út í U21 landsliðið. Þið voru að spila alla helgina? Já, við vorum að spila helgina og ég var svona ánægð með strákana og sýnir svona ákveðna framfærir en svona svekkjandi að ná ekki að fara alla leið. En þetta var svona stórt verkefni að vinna liðins og Noreg sem svona eitt af bestu liðunum í sem árgangi og því miður tókst það ekki. En enga síður þá spilum við vel í svona, flestan allan tíman, svona kannski fyrir 10-15 mínútur sem að kosta okkur sæti á HM. Já. En enga síður kannski svona stígandi í liðinu og ákveðna framfæri sem að maður svona ánægð með en á sama skapi þá viljum við vera á lóðkeppni hjá sem árgangi og svona smá sparkar raskætti að gera betur. Já, en samt sem áður að það má kannski taka líka fram að ég menna það ekki, ykkur búin að ganga frekar illa að það ekki að ná í ykkar sterkasta lið þarna í U21 landsliðinu. Já, þetta sem ég sagði svona ákveður rannsóknar efni fyrir okkar góða fólk á Íslandi að skoða okkur, þetta mikil meiðsli hjá sem árgangi og núna raunir að vanta okkur svona 5 tiltölulega sterka leikmenn og það svolítið stór pakki og leikmenn svo Janus, leikstjórnandi og Óskar sem að spila í Follo í Noregi, leikilmaður, miðjumar og í vörn og náður mittir og svo þessi sem að kalla svona, hvað að segja, framveikin, það allir framara mittir. Þannig að við búin að glíma við svolítið meiðsli í þessum árgangi og svo til að mynda vorum að æfa saman þessi hópur í nóvember og vorum með viku saman og eftir 5 daga þurftur að hætta að æfa sem að við náðum allir lið lengur þar sem að menn voru bara frávegna meiðsla. Já. Og þetta eitthvað sem að þarf að skoða. Þetta finnst mér eitthvað sem við þurfum að taka alvarlega og eitthvað að rannsaka betur. En það náttúrulega, þetta að koma, fyrir oft fyrir íslenska leikmenn að svona vera meiddir í kringum 20 aldurinn. Já, þetta eitthvað sem að við þurfum að skoða. Í fyrra var mikið leikmenn að spila í öðrum flokki og meistaraflokki og það hefur verið minni það í vetur og en til að mynda við erum með 4 leikmenn í afturöfningu sem að spila eingöngu meistaraflokki í vetur og eru allir heilir. Og en það erfitt alltaf að meta meiðsli, sumt eru slís og annað álag en svona ég hef verið að tala við sjúkraþjálfara hjá okkur á landsliðinu að svona benda á að þetta sé svona kannski rannsóknar efni fyrir okkar sérfræðinga á þessum sviðum að rannsaka því að þetta ekki alveg eðlilegt hversu mikið meiðsli við fáum á þessum aldri. Nákvæmlega. En hvað tekur samt við hjá 21 ársland, eru þeir núna bara ekki fleiri leiki fyrir þá eða hvað? Já, þeir eru búnir en eins og ég sagði við og maður veit aldrei, það getur verið við sem kallarinn sem var að fjóði eitthvað en þannig að maður veit aldrei útiloka neitt að reynslega segja það að það ekkert búið strax en með þetta þá eru við ekki inn á og því miður ekki inn á Brasilíu og og þar leiðandi eru verkefni á þeim búin en enga síður þá ánægð með, ég er búin að vera með lið núna í 1,5 ár og þessi leikmenn hafa verið að taka núna stór skref í sínum meistaraflokki og spila stór hlutverki í úrvalsdeildinni og það sér mikla framfærir og við vorum að spila þessa helgi bara mjög vel, töpum fyrir sterkulið Noregs og áttu svona smá lélegan kafla en enga síður ef við fengið til með sama riðil núna og við fengum í apríl í fyrra þá hefur við klárað það þannig ég sé framfæri á þessum drengjum og það náttúrulega mikilvægt. Já. En úr þessum hópi við erum að sjá, það ekki jafnvel bara framtíða landsliðsmenn? Já, og það má ekki glemma því við erum með tildulega ungt lið og það eru 5 leikmenn úr 19 liðinu og leikmenn eins og Ómar og Egill og Sturla í Val voru að spila líkil hlutverki sókn
og raunum kannski, já, á tímabili halda sóknarleik okkar uppi. Þannig að þetta eru efnilegir leikmenn sem eiga framtíðina fyrir sér og þarna eru í svo hópi eru einstaklingar sem eiga framtíðina fyrir sér en samanskapi eru þarna líka ákveðna viðvörunarbjöllu fyrir marga aðra að þurfa að spýta lóna eða allir segja meira. Já, og svo Katarævintýri að hefjast á þér núna eða ekki? Jú, ég bara komið til Danmarkur og kom bara núna í kvöld til þess við A-landsliðsins og A-landsliðsins og við erum að fara í dag. Þannig að það bara skamt stórra högg á milli sem það ekki og það er bara nóg að gera og nú er bara allir fókus að fara í HM og fyrsta leikur á föstudaginn. Já, þannig að það er glæsilegt. Og hvernig er svona stemningin svona? Er ekki svolítið þreyta í þá eftir æfingamótið? Jú, en smá þreyta í einn dag og fengur smá frí eftir hádegi dag og þeir verða feskir á þegar komum til Katar, ferðadagur á morgun 6 tíma flug til Katar frá Köpen og svo er bara verða menn allir klárir á miðvikudaginn og það er bara spennandi verkefni sem býður okkur á höstdaginn og það stellir Svía og menn eru bara virkilega einbeittir á þetta verkefni. Já, þú getur allan að sagt það við ef þeir gengur illa, ég muni mæta með fjósagallan út í Katar og klæðast hann þegar ég tek viðtalið og þeir tapa. Já, það er jákvæmt, það er klart mál og eiga svona fulltrúa frá Suðurlandinu, það er gulls í gildi. Já, ég sá nefnilega ferðalagi hjá Aroni Pálmarssyni og félögum að hann er ekki mikið fyrir fjósalykt. Nei, mér skilst það og það þarf að ala þess að drengja upp og þeir þurfa að fá að kynnast lífinu og það er mikilvægt. Já, það er kannski verður 150% fram því að ég efast að þeir vilja finna þess að fjósalykt. Já, þetta er svona gaman, maður mókaði sig út úr stæðinni í morgun og komst svona í gegnum snjóstormin heim á Íslandi og samanskapi skilti maður úlpun eftir heima því að maður að fara í 20-25 hita og með sólglerun kláru og hlýra borðina og og svona. Já, það er kannski þú ágætt að segja með það, hvernig á maður að klæðast þarna? Já, þetta er 20 hiti pluss og þetta er engin snjóstormur þarna eins og var í allavega í Reykjavík í dag, ég var að skutla fjölskyldinni út á flugvöll til Vestmanni og ég held ég hafi verið rúman klukkutíma á leiðin út á flugvöll, það var allt gjörsamlega stopp og snjór út allt og maður hugsaði að maður er að fara í sólina á morgun og maður er að sætta fyrir þetta í einn dag, þannig að það var ágætt aðeins að losna við lognið úr Vestmanni og þetta logn sem er búin að vera núna síðustu vikur mánuði, að komast í smá sól, það verið ágætt. Já, ég tek skíði handa þér líka, það er víst hægt að fara á skíði þarna í Katar. Nú er það? Já, þú víst, í einhverju hall þarna. Já, það lítur að vera innættira, ég hef ekki trú á öðru. Já, nákvæmlega. Þú var að taka stuppbuxur með þér og hlýra bolli og eitthvað sólgleru, þetta er og sem við ettur þá kollum við Íslendingar, við kollum þetta sól og blíðu, ekki vantalega. Jú, verð með jötum vilja húu og eitthvað svona. Allur pakkin. Já, þannig ég verði nú ekki sólbrendur. Nei, það passa það. Herðu, Gunnar Magnússon, þakka þér kærlega fyrir og bara gangi ykkur sem allra best og það verður virkilega gaman að fylgjast með ykkur og verður gaman að hitta þið þarna úti í Katar. Við sjáum kannski bara í Katar. Gerum það, bestu þakkir. Góða verð. Já, Gunnar Magnússon, alltaf flottur og næstur á dagskrá það er engin annar en Brynjólfur Ingvarsson, MMA bardagakappi og fleira til, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá